Já, velkomin í nýjan þátt hérna á Samstöðinni sem að heitir miðnætti í Kænugarði og það er akkurat miðnætti í Kænugarði núna, þau eru 2 tímum undan okkur. Við ætlum að hittast hérna klukkan 10 á kvöldin, næstu kvöld, á meðan að þessi átök eru í Úkraínu og reyna svona að glögga okkur á stöðunni. Ég er hérna Gunnar Smári og Trausti Breiðfjörður með mér núna og síðan koma aðrir inn í þátt til þess að halda utan um hann. En fyrst og fremst er þetta náttúrulega byggt á viðtölum við fólk sem að þekki til mála og mun hjálpa okkur. Við munum ræða alls konar hluti hér stöðuna í hernaðarlega, efnahagslega, stöðuna í Rússlandi, í Úkraínu og á Vesturlöndum, kannski Kína, skoðum vilja Finna og Svía til þess að ganga í NATO, skoðum stöðu friðarhreyfinga og alls konar hluti. En kannski er ekki rétt að byrja á því bara að vita hvað hefur gerst í dag. Nú er klukkan orðin 10 og komið miðnætti í Kænugarði og hverju skilaði þessu dagur? Það hefur þó nokkuð gerst sko. Í norðaustursvæðum Úkraínu þá eru svona misjafnar fréttir að hvernig hefur verið í bardaganum Kharkiv, borgina þar. Sumir fjölmiðlar greina frá það þegar Rússar séu búin að taka hann yfir á meðan að borgarstjórinn þar steig fram og sagði að svo var ekki. Svo heldur sóknin mjög hratt áfram í áttina að Kív úr austri og það virðist vera að þeir séu bara á leiðina að umkringja borgina. Samkvæmt öllum kortum sem ég kíkti á þá virðist það vera að þeir séu komnir nær heldur en í gær úr þeirri átt. En í Suður-Úkraínu þá hefur tekist sko hvað best að hrinda niður vörnum Úkraínumanna. Það virðist vera svona samkvæmt flestum fréttum hafi tekið borgina Kherson. En veist þú þetta eða ert að byggja þetta á svona í stríði ljúallir? Já. Þetta svona eða? Þetta náttúrulega, við vitum það ekki af því að í stríðum þá er rosalega mikil upplýsingaóreiða og það er mikið talað þokuna sem myndast í stríðum og svo er einmitt talað þessa borg sem heitir Kherson og þar vilja, sko, þar er talað út frá Rússar vilja meina að þeir séu búin að ná Kherson og meðan að Úkraínumenn segja að síðan þá hart barist hana. Þannig að við erum ekki alveg með þetta á hreinu, sko, en samkvæmt sko öllum þessum kortum og fréttum frá svona mismunandi sko heimildum sem eru kynnt sér þá virðist allavega vera þannig að Rússum hafi tekist að komast nær Kænuborg og Kænugarði og hinum borgunum. Það virðist vera svoleiðis. Það eru fleiri víglínur í þessum átökum. Menn eru að bíða eftir því að Rússland falli innanfrá. Það eru þvinganir á Vesturlöndum. Hvað er eitthvað sem að gerist í dag sem er áhugavert? Það er náttúrulega, já, svona í gærkvöldi og fréttirnar komu sterkar inn í dag með það að Biden ætlar að setja flugbann á allar rússneska vélar yfir Bandaríkjunum. Það fylgir á eftir Evrópu og fleiri löndi sem ákveða að gera það. Svo náttúrulega í Rússlandi eru samkvæmt heimildum úkraínsku leyniþjónustunnar allavega, þá segja þeir að stefni í herlög í Rússlandi eftir 2 daga. Sem er náttúrulega svakalegar fréttir en Úkraínumenn settu herlög á fyrir nokkur dögum sjálfur. Þannig að ef það verður þá náttúrulega verður mikil harðstjórn í Rússlandi. Já, lokaða fjölmiðla, fólki bannað að mótmæla, útgöngubann, getur hvað sem er. Við mátt gera allt í herlögum. Já, og þeir segjast alltaf taka sérstaklega á falsfréttum eins og þeir orða og hver sá sem að breiðir þeim útgæði átt vona allt á 15 ára fangelsi. Þetta er yfirlitið í dag. Þá skulum við heyra í honum Vali sem er Valur sem er fastagestur hér, hefur verið síðan að þessi átök byrjuðu. Ef ég myndi spyrja þig, hver er staðan núna? Í þessu öllu saman, að því að stríðið verður viku gamalt núna til nokkur klukkutíma, er bara fyrst og fremst sú að Úkraínumenn ákváðu að berjast þrátt fyrir mikið ofurefli og sem ég hef náttúrulega talið líklegt að því að hafandi verið þarna þá fannst mér fólk alltaf vera mjög reiðubúið og búið að undirbúið sér í 8 ár en það virðist vera sem að Pútín sjálfur hafi ekki gert ráð fyrir því og hvers vegna þarf maður bara kannski svona velta fyrir sem sjálfum, hann náttúrulega gamall maður og virðist kannski bara fastur í greatest hits
og það sem að honum tókst best og það sem var skemmtilegast í honum var þegar hann tók yfir Krímskaga fyrir 8 árum síðan sem var mjög vel heppnuð aðgerð og kom öllum algjörlega á óvart, ólíkt þessu, það sem búið að vera alveg 3 mánaða aðdragandi en það bjóst enginn við, bara daginn eftir held ég að Ólympíuleikunum í Sochi lauk þá allt í einu og búið að taka yfir Krímskaga og Úkraínumenn sjálfir náttúrulega ekkert hvernig ástofa veðrið og hermennir þar bara gáfust upp og vissi ekkert hvað var að gerast og síðan þegar að aðskilnar hreyfingarnar fóru á stað í Donbass og klufu sig frá Úkraínu þá kom í ljós að Úkraína eiginlega átti ekki her, það er mikill spillingana sérstaklega hjá Janukóvits forseta. Herforingjarnir voru meira búin að selja vopnin og þetta var allt í ólestri og nýbúin að vera bylting í landinu þannig að það var ekkert til að mæta aðskilnaði sínum nema bara sjálfboðaliðasveitir sem höfðu verið í Maidan-byltingunni og það gekk svolítið fram og aftur og ég held eins og þetta sagt að herforingjarnir alltaf reiðubúnir í síðasta stríð að Pútín hafi einhvern veginn verið að byggja svolítið mikið á þessu hvernig þetta var síðast frekar heldur en á því sem hefur búið að gera síðan og ég þekkti í Úkraínu bandarískan höfuðsmann í Marines landinu sem var að þjálfa úkraínska herinn og nýkominn frá Afganistan og hann sagði að hann leist ekkert á afganska herinn, hafði enga trú á honum en hafði mikla trú á þeim úkraínska og þetta er 2020 og bæði af þessu hefur nú heldur betur komið á daginn. En af hverju, ef ég má spyrja, af hverju hafði hann trú á þeim úkraínska en ekki þeim rússneska? Hvað er svona gott við úkraínska? Þeim úkraínska, ekki þeim afganska. Já, afganska. Og hann hann bara er að þjálfa heri og ég held að það sem skiptir svo óðbúslega miklu máli er motivasjón, er raunverulega vilji fólks til þess að berjast og nú spurning náttúrulega hversu lengi það helst en þó að hernaðarlega það rosa algjör yfirbyrði þá eiginlega erfitt að sjá hvernig þeim að takast að taka yfir landið eða brjóta ókunnamenn á bak aftur nema kannski með ofboðslega afli það eru mjög fá dæmi slíkt raunverulega ef fólk hefur nóg mikið úthald hvort sem við tölum Víetnam eða Afganistan eða Tjetjníu og annars hvað sem er En fyrsta áætlun Pútíns virðist það verið að koma hratt inn. Það virðist að búist til því að menn gáist upp, taka yfir borgir, taka yfir þessi svæði með frekar létt vopnuðu liði sem hreyft sér hratt. Þetta virðist til að fullir að hafa mistekist en á móti kemur að það er kannski auðveldara að vinna bug á slíku. Núna erum við í öðrum fasa þar sem að hægur og þungur og óbúslega öflugur her nálgast og sem beiti þá líklega öðrum ráðum og miklu meiri hörku. Þannig að En segðu mér Valur, þegar þú ert að fylgjast með þessu, hvernig hvar finnur þú áreiðanlega fréttir hver staðar raunverulega er? Þegar nú eru allir að keppast við að líta vel út, menn sviðsetja alls konar hluti fyrir framan, vélarn að dreifa gömlu myndefni, gera hvað sem er til þess að rugla þessu vegna þess að augljóslega er orustan að sumuleyti svona mótivasjón bæði í Úkraínu og inn í Rússlandi meðal hermannanna. Hvar færð þú fréttir? Ég held að þetta sé nú bara einhvers konar vegið meðaltal. Úkraínumenn segjast hafa fellt 6.000 Rússa sem að er mjög hátala Rússa sjálfir segjast að hafa mist 500 sem eru auðvitað lægri tala en samt eiginlega talsvert há. Bandarískir analistar segja að Úkraínumenn líklega fellt 2.000 sem að, er þannig á milli. Þannig að ég held að það að fá einhverja nákvæmar tölur sé auðvitað útilokað eða mjög nákvæma yfirsýn en það er búið að berast fram og tilbaka í allan dag. Eins og komið var að áðan hvort að Rússar sé búin að taka Kherson eða ekki sem að væri þá fyrsta raunverulega borgin sem þeir taka. Þau sést að tekið hann og Úkraínumenn segja að þeir bara tekið ákveðna hlutanar þannig að en stóra myndin
samt þessi, sama heldur hvernig litið á það, að á einni viku þá hafa Rússar ekki tekið eina einustu borg, þeir hafa ekki einu sinni umkringt Kíev, þeir hafa heldur ekki tekið Mariupol sem er þétt upp við landamæri Rússlands og sem að sko aðskilnaða sinna sem voru miklu léttvopnari og næstum búin að taka 2015 og þannig að friðarviðræður stöðvuðu sóknina, þannig að já, það er eiginlega allt sem bendir til þess að þetta sé ekki alveg að ganga að óskum hjá Putin. En einn vígvöllurinn er eiginlega rússneskur almenningur. Það voru fréttir frá Úkraínu eftir því sem Trausti segir að að væri von á herlögum í Rússlandi. Það eru tíðindi. Já, heldur betur. Það að Úkraínumenn setji herlög náttúrulega vegna þess að það er allsherjar innrás í landið. Og ef það væri, sko, sem setni heimsstyrjöld allsherjar innrás í Rússland, þá væri það eðlilegt. Þar með náttúrulega verið að tilkynna Rússum að þessi komnir í nánast allsherjar stríð sem er þvera öfugt í það sem að þeir hafa verið að segja í fjölmiðlum að þetta sé svona takmarkuð aðgerð, lögreglu aðgerð og jafnvel heræfing og þeir eru mjög mikið búin að vera að draga úr þessu og jafnvel þegar þetta flugskeyti sem lenti á Kharkiv þá kennar Úkraínumönnum sjálfum en ef þeir setja raunveruleg herlög á Rússland þá finnst mér að sýna mjög veika stöðu Putin ef þetta reynist rétt og erfitt að sjá að þið geti haldið það út til lengdar af því að fólk ólíkt í Úkraínu sér kannski ekki mjög skýran tilgang með því. Nei, af því það er ekki barist á rússneskri grundu, þannig að skrítið af herlið en það er engin her að berjast inn í Rússlandi. Nei, og eins og við vitum af sögunni þá eru Rússar náttúrulega ósigrandi á heimavelli en þessi árásarstríðara, hvort sem það er í Afganistan, Tsjetsjeníu, vetrarstríðin í Finnlandi hafa gengið mjög verð og það er ekki nóg bara að skoða tölunum, það er þessi faktor sem er bara mótivasjón og baráttuvilji og það sem með fólk sjá í tilgangum með þessu sem að virðist ennþá skipta mestu máli í hernaði. Já. Herðu Valur, við ætlum aðeins að skoða nokkra hluti og hvort þú væri til í að staldra við og ræða okkur við svona meiri pólitíkna í þessu. Við erum að horfa svolítið á hernaðinn. Þú væri til í að staldra við. Það er komin til okkar Hrafnkell Tulinius sem er í viðskiptum í Sovétríkjunum. Er þar að byggja upp sjávarútveg og ástæðan fyrir það ég bað því að koma hingað Hrafnkell var að út af þessum viðskiptaþvingunum sem er verið að beita Rússa og að sömuleyti eftir að starfa út af síðustu viðskiptahindrunum sem voru sett af 2014 við það að byggja upp sjávarútveg til þess að Rússar geti orðið sér meira sjálfum sér nær. Getur þið sagt okkur aðeins svona frá því hvernig Rússar mættu viðskiptahindrunum 2014? Búin að vera þarna síðan 2018 mitt árið og réttilega eins og bendur á þá hófst þetta nú kannski með þessu að við fengum þarna verkefni að hanna skiperingar fyrir Rússa sem eru í stórfelldu uppbyggingu á sínu flota eða endurnýjun og þá bæði við skip og landvinnsluverkefni og fór út í það að endurúthlutað veiðiheimildum 20% í fyrsta fasa. Og endurúthlutað til hverra? Hverju fengu 20%? Þeir runni gera þannig, þetta er fjárfestingaheimildir, þar að segja að þeir taka 20% af núverandi viðskiptafélögum, við runni öllum og endurúthlutað veiðiheimildum til þeirra sem taka þátt í endurnýjun á sem sagt fiskiskipum, annars vegar og hins vegar í landvinnslu og þeir sem ekki taka þátt í þeir bara missa í rauninni sínar heimildir eða takmarkast á þeirra heimildir sem því nemur. Þannig að þetta er rauninni bara á sama tíma þá að þeir vera veita skattaafslætti þá fyrir á móti fjárfestingunni. Þannig að þeir eru bara að nútíma veiðast ekki bara í þessum iðnaði heldur í öllum iðnaði eins og eftir að höftin kom á að þá sér maður að þeir hafa bara meira og minna að fara að framleiða allt sjálfir, hvað var það matvæli. Kjúklingar komu mjög gjarna frá Pólandi, ostar frá Ítalíu og þeir eru bara farnir að gera allt saman sjálfir og í mjög góðum gæðum. Þannig
þeir hafa verið að byggja upp og það hefur nú svo sem sést frá bara hrun Sovétríkjanna, allir innviðir og annað hafa bara verið í stöður uppbyggingu og ekki síst í tíð Pútins sko í rauninni sko, þrátt fyrir allt. Mér finnst bara sorglegt að horfa upp á í hvaða stöðu við erum komin núna sko, í rauninni horfa á bræðrasamfélög er inn að berjast og maður veltir fyrir sig vissulega af hverju við erum komið þangað og ég ætla svo sem ekki að fara að hella mér út í einhverja geopolítíska mynd á þessum tímapunkti. Það er svo sem kannski spurning hvort það sé búið að þrýsta mönnum inn í þennan farveg af vesturveldum eða hvað. En þetta er náttúrulega eitthvað sem ég svo sem sá ekki fyrir. Ég held að menn myndir svo sem ráðast á og taka þessi 2 héruð þarna sem að umræddi sem eru inn í 95% rússar fyrir og mér heyrist það sem við má spyrja viðbröðin við viðskiptaþingunum og það er þú þekkir sem er sjávarútvegurinn. Þetta verkefni sem snýst það að auka fullvinnslu, að auka fiskvinnslu inn í Rússlandi til þess að gera það óháðari innflutningi meðal annars frá Íslandi að því að þeir hættu að kaupa okkur og að efla flotan, ég heldur að við keypt 2 skip af Brimi, ætlaðu að kaupa eldri togara og keyptu þá nýja líka, það var sagt. Mundurðu segja þetta hafi gengið vel hjá þeim, eru þeir bara með svona stóra stökkið fram á við og þetta virka og virkar þessi svona efnahagsstjórnun og atvinnuuppbygging í Rússlandi? Ekki spurning. Þetta er nútímavæðing á fiskveiðum í Rússlandi einfaldlega til þess að vera bara samkeppnishæfur við það sem er að gerast á markaðnum. Þú veist, ef þú horfir á það er aflaheimildir sem að Rússar búa yfir, þá voru að tala það bil 5 milljónir tonna og þeir eru bara nútímavæðast til þess að auka verðmæti og gæði og vera bara samkeppnishæfur á markaði og í rauninni þú veist, fyrir mig sem hafði svo sem aldrei komið til Rússlands áður þá fannst mér þetta náttúrulega bara ótrúlegt samfélag að koma inn í og sjá bara inn í hversu vestrænt þetta væri orðið með svo sem það sem maður hafði heyrt áður og bara kom verulega á óvart allan fyrir mína parta sem hafði svo sem ekki séð Sovétríkin eins og þau voru þar á undan en þetta var að klárlega virka hins vegar að þá var ýmislegt sem að vantar upp á í hvað var það hraða á nýsmíðum skipa og svolítið. Þeir eru búin að vera í 3,5 ár með fyrsta skipið en þeir eru að læra og þeir eru þetta er vel menntað fólk bara fyrir okkur að vinna með þessu bara margt líkari okkur heldur en kannski normenn sko í rauninni. Og þetta er rauninni bara þetta er bara reynst okkur frábær reynsla að starfa með þessu fólki í alla staði sko. Og þeir eru að ýta sjávarútveginum sínum áfram kannski 30 ár á 5 árum, það er eiginlega markmið, það er bara hefja svolítið þá vegferð sko. Þeir eru alltaf að gera þetta í 5 fösum, markmið var að þeir eru að fara í næsta fasa sem heitir fasi 2 af þessum heimildi, það sem þeir taka 20% aftur og fara aftur í endurúthlutun, það sem að 10% snúa landvinnslu og 10% af nýsmíðum í skipum. Þannig að þeir eru bara rétt að byrja á þessari vegferð á samtíð sem þeir eru að gera svo bara almennt í matvæliðina sko. Þannig að þau fyrirtæki sem ekki fjárfesta, svo ég skilji þetta, að þau fá bara það verður alltaf að vera minni og minni kvótur sem þau fá. Þannig að ef þú ert ekki að taka þátt í þessu átaki að vera með nýsmíðu skip og endurnýja alla vinnsluna þína, að þá situr bara eftir. Já, það gerir það og það hefur náttúrulega ákveðna ókosti í för með sér og það getur náttúrulega orðið samkeppnisþjöppun á markaðnum en það er líka hagræðing sem að myndast í því og gæði á vörunni sem að þú ert bara að keppa á alþjóðamarkaðinn hún lagast og verður mjög betri. Sérðu þetta í öðrum geirum? Það er nú oft talað að þeir hafi framleiðið sína eigin geitaosta og þar hundakottunum. Sérðu þetta í öðrum vörum? Sérðu þetta í búðunum að núti? Að það eru að verða fleiri og fleiri rússneska vörur? Já, ég get bara tekið dæmi, bara mjög nærtækt dæmi, eins og þið vitið að það vera að framleiða skyr í Rússlandi eftir íslenski formúlu og skyr.is og þeir eru nú, hann Sigurjón sér reksturinn þar og kona hans fyrir Skagfirska efnahagssvæði og það er bara betra heldur en að við erum að fá það hérna heima sko.
og sama við osta, sérstaklega, eins og til dæmis mozzarella osta náttúrulega hafa þeir fengið frá Ítalíu, en þeir eru bara að framleiða þá sjálfur í dag og eru ekki siðri. Þannig það undirliggjandi bara mótivasjón hjá þeim að byggja upp samfélagi gríðarleg og vera sjálfur. Núna þegar maður heyrir fréttina, þú ert að svona hvað það hefur komið óvart, hvað það var vestrænt. Þegar maður að heyra fréttaskýringa þá hefur verið að fjalla Rússland sem svona gamalt keisaraveldi, drauma að endurreisa og það hefur verið að vísa eiginlega bara langt aftur í söguna. Verður var við þetta í Rússlandi að þetta svona gamla Rússland sé þarna eitthvað staðar undir eða yfir eða fljótandi? Hvernig fer þetta saman? Annars vegar svona, þú lýsir þessu þjóð sem á hraðarleið til svona vestrænna lifnaðarátta og framleiðsluátta, en svo eru við í að hlusta á fréttaskýringa þar sem að tala Rússa sem einhvers svona miðaldaþjóð. Rússar ekki miðaldaþjóð. Þeir eru á fleygiferð. Það vissulega misskipting í samfélaginu og það náttúrulega eins og í flestöllum vestrænum ríkjum að það auðæfin misskipt. En almennt, fólk sem þú tala við sem hefur séð hvorutveggja að hafa verið fyrir hrun Sovétríkjanna að þeir benda ofta yngra fólkin á sem við erum meðalaldurinn í okkar fyrirtæki eru 32 ár og þetta fólk þá sem voru 10 ára þegar Putin tekur við. Þeir hafa ekki séð neitt annað stjórnvald heldur en Putin. Hann sterkur leiðtogi fyrir þeim en þau eru að mörgu leyti yngra fólki kannski orðið svolítið þreytt á að því hafa rinningan svo sem hafa ekki haft inn að valkostin hvað þetta varðar en og hafa engan samanburð heldur sem svolítið athyglisvert líka. Það eru sem sagt eldra fólki sem einstaka aðilar innan okkar vébanda sem eru bara búin að sjá bæði og benda kannski yngra fólkinu á að þið hefðu bara átt að upplifa hitt ástandið og svona Rússarnir þeir virðast alltaf þeir sem við erum að umgangast og þetta erum við náttúrulega innan almenning þannig í Pétursborg þegar heilt ég bara virðast hafa það bara mjög gott og saman og segja Vostok og við erum nýkomnir bara á ferðalögum úr Austur-Rússlandi þar sem við erum að hitta potensial viðskiptavini hittum 12 fyrirtæki bara fyrir hálfu mánuði síðan og bara Vladivostok kemur bara gríðarlega óvart sem bara rétt norður við Norður-Kóreu og Sakhalín eyja og allt þetta. Það bara uppbygging allstaðar það sem hún kemur. Allstaðar. Gengið fjall 20% í gær eða fyrirtæki, manni hvað það var, búið að falla svona næstu 30% frá því innrásin hófst. Þetta kannski var ekkert svo mikið í svona lengri tíma sögu því að þetta minna heldur en var 2014 á fjall rúbla meira. Þetta svona á pari við COVID, upp af COVID. Þetta minna heldur í efnahagshruni og þetta náttúrulega bara pínulítið miðað við hrun rúblunar fyrir síðustu aldamót. Hvernig metur þetta? Þetta þungt högg eða þetta bara smámunir miðað við þær sveiflur sem að Rússar eru vanir? Þeir eru vanir sveiflum og þeir eru vanir í rauninni svona ástandi eins og við erum að díla við núna þessi áhlaup og þegar á þeim mæðir þá þjappa þessi saman og þetta dugnað fólk og það þrautseigja í rússnesku þjóðinni bara undirliggjandi. Áfallið talsvert, hins vegar eins og ég segi hvað þeir snýra á rússneska rekstrinni hjá okkur, þá skiptir þetta svo sem engum máli hvað varðar við okkar kostnaður liggur í rúblum og tekjurnar líka. Hvað var það Rússland? Þannig við erum inni bara í business as usual þangað til að hér reyndar fyrsta skipti að heyra þessum hugsanlegu herlögum, það kemur þá bara í ljós hvað það þýðir. En hvað okkur var það var þetta bara business as usual. Stjórnarformaðurinn Alfreð á leiðinni til Pétursborg og verður þar annarkvöld og bara hitta viðskiptavin og við erum bara inni svona almennt þá erum við bara að halda okkar tempo, við erum bara með fólk í vinnu, 57 manns í vinnu og erum bara að sinna þeim skuldbindingu og verkefni sem við erum í gangi, þangað til annað kemur í ljós. Já, við vonum að komi bara eitthvað gott í ljós, kannski verður samið friði fljótlega. Ég hrifnastur af dýrunum í hálsaskóginni, það sem allir eru að vinni, þetta bara úrelt.
þetta stríðsbröld, sko, í minnum. Kanntu að meta það hvort að Pútín hafi stuðning víða í Rússlandi eða það sé tæft? Þú er kannski ekki nógu mikla innsýn inn í, þetta er náttúrulega risastórt land og flókið. Nei, það er mjög erfitt að segja til það, sko Rússar, þegar þeir lenda í mótlæti, ég held að enginn ætti að vanmeta hvernig þeir hugsanlega gætu flýtt sér annarkvort á mótunum eða með. Og það er útilokkað fyrir vestræna spekulanta að reyna að sjá það fyrir hvert er að fara núna, held ég. En ég vona bara að ég bara enda þetta. Þakka kærlega fyrir að koma hérna við. Ég veit að þú lifir á rússnesku tíma, þannig að það komið langt fram yfir miðnætti á þér. Og þá alla voru komið kvöld hjá okkur. Gangi það bara allt í haginn. Þakka þér fyrir kærlega og gangi ykkur. Já, Trausti, nú ætlum við að heyri honum Hilmari Þór Hilmarsinni sem professor á Akureyri. Og það alls konar svona spekulasjónir. Einu var svo að það var óskað eftir Úkraínumenn, óskað eftir fljót afgreiðslu inn í Evrópusambandið og við ætlum að geta vera að geta okkur til það, við ætlum bara að spyrja Hilmar hvað honum finnst það. Hilmar, velkomin. Takk. Hvað segirðu? Er þetta raunhæft? Hefur við verið að hugsa það að þarna sé vonarneisti sem að gæti list þetta? Það stöðu Úkraínumanna? Við eigum eftir að sjá hvernig stríðið fer og hvort að Úkraínumenn tapa stríðinu fyrir Rússum. Ég hef verið að hlusta svolítið að hernaðarsérfræðinga sem segja það, náttúrulega átti allir vona því að Rússar myndu vinna hefðbundi stríð. En Úkraínumenn hafa varist betur heldur en margir áttu vona á og svo náttúrulega eru Rússar ekki bara í stríði við herinn í Úkraínu, þeir eru í stríði við almenning. Þannig að einn hernaðarsérfræðingur sem ég heyrði sagði það að þeir getu kannski náð einhverjum borgum og náð einhverju en að halda því væri miklu erfiðara. En ef varðandi Evrópusambandsaðild Úkraínu, þá held ég að það ekki þetta útiloka neitt, hún myndi taka ofboðslega langan tíma og halda að það hafi einhver hraðferð. Það er bara vitleysa. Sko við erum að það Evrópusambandið með að koma út úr COVID og náttúrulega hefur COVID verið alveg dóminara fréttirnar svo mikið. Evrópusambandið að koma út, stærstu löndin að koma út mjög skuldug og með erfiða stöðu í fjármálum. Tökum Frakkland, Ítalíu, Spán og ef Þýskaland stendur ekkert vel. Þannig að Evrópusambandið ekkert stakk búið að fara að taka, ég get lesið fyrir skuldatölurnar hefur mjög háar. Ég meina að Þýskaland komið 70%, Ítalía 150% af vergri landsframleiðslu, opinberar skuldir. Frakkland 115%, Spánn 120%, langt fram yfir þessi 60%. Þannig að Evrópusambandið stendur mjög illa og að það fara að taka inn þróunarríki sem þarf ekki búið að leggja í rúst eða mikil eyðilegging. Það ansi stór biti og ég held að sé ekki fjárhagsgrundur fyrir Evrópusambandinu að ráða við þetta. Þannig að og það þarf að opna eitthvað 35 kafla og ræða þá og Úkraína náttúrulega þetta gera örugglega mjög marga hluti í þessum köflum. Þetta er ekki svo við sem erum á evrópska efnahagssvæðinu, þeir eru það ekki. Þannig að ég held að það sé ekki raunhæft. Svo líka annað þessu að valdahlutföllin innan Evrópusambandsins myndi breytast við Úkraína kæmi inn. Svo Evrópuþinginu hefur Hollandaður 52, þegar ég maður rétt, þingmenn. Já, af svona rúmlega 700 ekki? Já, 705. Já. Og ef að Úkraína kemur inn, þá breytast valdahlutföllin, þannig að það myndi valda áhyggjum hjá Þjóðverjum og Frökkum sem hafa samtals 175. Og austur- og mið-Evrópuríkin að ná meiri og meiri völdum eftir því sem að Evrópusambandið stækkar í Evrópuþinginu og í stofnununum. Og þá fyrir að vera vandamál ef að löndin sem þurfa mikla aðstoð og þjóðir hafa alltaf þetta Evrópusambandið á ekki að vera transfer union. Hvað þýðir það? Því það á ekki að færa peninga á milli landa og þess vegna eru búið að gera 3% af landsframleiðslu ríkisallinn og 60% skuldir. Það þýðir það ekkert lýðræði efnahagsmál í Evrópusambandinu eru bjúrókrata, eru tekin að sérfræðingum og lýðræði eða stjórnmálamenn hafa lítið sem ekkert að segja því þetta er allt í spennitreyju. En að fara að taka svona stórt land inn og alltaf fara að byggja það upp,
auðvitað það hægt, en þetta myndi taka gríðarlega langan tíma. Ég held að við séum að tala frekar nokkra áratugi heldur en nokkur ár. Þannig að sko, auðvitað 2008, þegar að Úkraína var talað Úkraína færi inn í NATO og samþykkt, þá hefði verið miklu nær að tala Evrópusambandið á þeim tíma, því að Evrópusambandið náttúrulega ekki hernaðarbandalag. Evrópusambandið snýst pólitík og snýst frið og snýst efnahagsmál, efnahagsuppbyggingu, og það hefði verið miklu nær að gera á þeim tíma, en það var ekki gert. Það var farin þessi bjánalega leið, finnst mér algjör mistök að fara að tala NATO, og svo heimtaði Pútín að Úkraína myndi bakka út úr því, og það var ekkert að bakka út úr því, og þá var farið að sprengja, og þannig að Úkraína kemur illa út úr því. Þannig að ég vann sjálfur í kringu það þegar Eystrasaltsríkin fóru inn í bæði NATO og Evrópusambandið, og það var alveg gríðarlega mikið vinna að undirbúa Eystrasaltsríkin frá 1999 til 2003, þú farið inn 2004, að koma með gríðarlegt álag á stjórnkerfið, og samt og Eystrasaltsríkin þurfi minni og miklu viðráðanlegri og miklu betur sett heldur en Úkraína núna, og það var gríðarlegt álag fyrir það að koma þeim inn, og þegar þau komust inn í lokin, það var mikið vinna kring þess að NATO var að lítil vinna, það snýrist aðalega hvort að Bandaríkin vildu hleypa þeim inn eða ekki, og þau gáfu grænt ljós. En Úkraína fór ekki inn í NATO, og nú er að tala Evrópusambandið, og við tökum ekki þýleika þeir sem að lýsa við sterkum stuðningi við Evrópusambandsaðild Úkraínu austur- og miðurríkin sem vilja auka áhrif sín. Það eru vinaþjóðir, ekki neita því, þetta eru vinaþjóðir Úkraínu, Eistland, Lettland, Litáen, sérstaklega og Pólland, sérstaklega Litáen og Pólland eru miklu vinir Úkraínu, þannig að auðvitað gera þau allt fyrir Úkraínu sem þau gera. En þetta er líka spurningin að austur- og miðurríkin vilja auka áhrif sín innan Evrópusambandsins til að knýja á meiri styrki, meiri fyrirgreiðslu og bara bættan hag fyrir þau sjálf innan Evrópusambandsins. Þau eru ekkert ána með þá aðstoð sem þau hafa verið að fá. Ég meina sko, NATO það að innviðir í austur- og miðeurópu ennþá aðalega tengdir við Sovétríkin gömlu. Það ennþá þannig. Þess vegna Kína að koma inn með 16+1 kerfið og Belt and Road koma þarna inn og bjóða alls konar aðstoð, því það vantar að tengja þessu lönd suður og norður. Þau eru aðalega tengt austur. En Evrópusambandið hefur ekki á 30 árum náð að vinna næri í svo einfaldlega það bara að því að Evrópusambandið hefur ekki verið með nógu mikinn hagvöxt, það hefur ekki verið mikil uppgang, það hefur bara verið mjög takmarkað fé, og svo takmarkað vilji að aðstoða þessi lönd og lönd eins og Þýskaland, sem Þýskaland núna sem mótorinn í Evrópusambandinu komin yfir 70% opinberra skuldir af verklega framleiðslu sem brot á reglunum, það má ekki fara upp fyrir 60%. Þannig að sko staðan ekkert góð, ég held að þetta sé bara ein blekkingin að halda það að Úkraína sé að fara inn í NATO á einhverjum nokkrum árum, það ekkert að fara að gerast. Nei, og svo Evrópusambandið. Og þá það annars vegar það að þetta bara ofstór biti, efnahagur Úkraínu það veikur að taka 40+ milljón manna þjóð sem svona langt niðri inn bara stærri en COVID. Það bara mikil byrði fyrir Evrópusambandið sem ræður illa við, og svo þetta með pólitíkina að þetta myndi flytja, að þetta svo fjölmenn þjóð, þetta myndi flytja miðju Evrópusambandsins inn í mið-Evrópu. Já, sko, ég held sko, það sem ég skrifaði fyrir nokkrum mánuðum því ég fór til Kíev og var að þvælast þarna og talaði alþjóðabankana bæði í Kíev og í Pólandi, alþjóðabankana sem var mikið að pæla í Úkraínu þá og Pólandi. Mér fannst raunsætt að Úkraína fengi fullan aðild að sameiginlegum markaði og fjárfestingarstyrki og lán frá fjárfestingarbanka Evrópu, Þróunarbanki Evrópu geti komið hérna meir inn, Alþjóðabankinn og Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn geti komið hérna inn, jafnvel Norræni fjárfestingarbanki geti komið inn. Það verður að veita slíka aðstoð og taka skref í að Úkraína hefði aðgang á sameiginlegum markaði, en það þótti ekki nóg. Helstu rökin fyrir því sem að Alþjóðabankinn hafði fyrir því ef það ætti að fara í Evrópusambandið var hreinlega að Úkraína ræður ekkert við spillingunni í landinu. Það þyrfti alþjóðasamfélagi að koma inn og eitthvað svona alþjóðastofnun til að hjálpa stjórnvöldum að ráða við spillingu sem er svo mikilvægt. Það var það sem að rökin sem þeim notuðu. En við vitum að Rússland á móti þessu. Ég held samt að Rússland hefði sennilega frekar sætt sig við að Úkraína hefði farið inn í Evrópusambandið þá á þeim tíma 2008 heldur en NATO, því Rússland náttúrulega ýtir að NATO sem hernaðarbandalag, ekki sem varnarbandalag. En ég held að sé alls ekki hægt að
enda held ég að Þjóðverjar og Frakkar styðji þetta alls ekki að Úkraína sé farin í Evrópusambandið. Þeir segja náttúrulega til að segja eitthvað að Úkraína sé hluti af fjölskyldunni, en það þýðir ekki að Úkraína sé að fara í Evrópusambandið á næstunni. Ég sé ekki neitt í þessu og mér finnst þetta að vera ofboðslega mikil mistök og náttúrulega aðalmistökin voru að Úkraína skyldi þetta fara inn í NATO þegar það var engin vilji fyrir því og þegar forseti Úkraínu var ítrekað að spyrja þjóðarleiðtogana sem voru á endalausum fundum samtals 14 ár í Brussel að skeggræða aðild Úkraínu að NATO og komist ekki inn í niðurstöðu og svo þegar forsetinn baða heiðarlegt svar og straight answer, heiðarlegt svar og svara hvenar og hvort það verið einhver tímatafla, þá kom ekkert svar og Zelenski, hann bara sagði að þeir verið hrættir. Ég ætti ekki að dæma það, en allavega það var ekki hægt að fá þetta núna að fara að tala Evrópusambandsaðild. Ég meina, það getur vel verið að það sé í lagi að tala það og Evrópusambandið sýni einhvern vilja að vinna með Úkraínu og veita Úkraínu stuðning og fyrirgreiðslu, en að Úkraína verði aðili af Evrópusambandinu, það er langt í það. Já, herðu, eigum við kannski að fá að heyra í honum Vala þegar nú erum við byrjað að tala svona um pólitík, hvort að hann vilji sko, hvað segirðu Valur Úkraína bara ofátæk og þau eru fjölmenn til þess að Evrópusambandið ráði við að taka þetta í einhverju flýtimeðferð, plús að Úkraína bara svo spillt að það eiginlega ekki hægt að eiga við þetta. Hvað segirðu þessu? Því miður, því nú mjög Úkraínu, þá verði ég að segja eins og að já, Úkraínumenn hafa svo sem lánum frá Evrópusambandinu, þar sé áður en að þetta allt saman gerðist og það stóð á þeim lánum vegna þess að Evrópusambandið óttaðist að peningarnir myndi bara hverfa, þetta var 5 milljarðar evra. Zelenski forseti var mjög mikið að reyna að taka á spillingunni, það var svona, hann fekk umboð til þess en það Hæstiréttur þarna sem líka gert spiltur og hann slær all þessi löggjöf niður, þannig að þetta hefur verið alveg óbúslega erfitt að koma þessi í verk og peningar hverfa gjarnan, þannig að sko frá svona praktískum sjónarmiðum þá það svo sem útilokað að Úkraína fari í Evrópusambandið í bráð, en Evrópusambandið hefur oft hliðrað til af pólitískum ástæðum. Upprunalega 2004 þá áttu bara Eistland og Tékkland, Pólland og Ungverjaland svona betur staðið lönd að fara inn sem að hefur verið auðveldara, en það var ákveðið að það var ósanngjarnt gagnvart hinum og myndi skapa misvægi, þannig að það var ákveðið bara að taka inn 10 lönd í einu nema Rúmeníu og Búlgaríu sem að þótt ekki nóg burði og þau voru tekin inn 3 mánuðum seinna, þannig að og sömuleiðis höfðu Grikkir ekki burði til að fara inn í evruna, en það var samt ákveðið að taka þá með svona af menningarlegum pólitískum ástæðum sem hefur nú reynst frekar illa. Þannig að það alveg fordæmi fyrir því að Evrópusambandið hliðri til þegar það hentar. Það sem að kannski getur látið sig dreyma þetta getur verið einhvers konar partur af lausn að Úkraínumenn sætti sig við að missa Krímskagan varanlega og Donetsk og Luhansk lofa því að ganga aldrei í NATO en fá að ganga í Evrópusambandið í staðinn. Það eins og ekkert ljóst að Pútín myndi samþykkja slíkt, til dæmis Ilmum Krímskagan var komið í beinu framhaldi af því að Úkraína myndi gera viðskiptasamning við Evrópusambandið sem samt miklu minni heldur en EES, en ég samt kannski, sko núna þegar Úkraínumenn búin að fá marga falsvonir sem búið ítundir með NATO og Evrópusambandið og ég vonandi þessi ekki eftir því, en sem kannski einhver hluti af einhverju friðalausn, þá held ég að þannig miklu nánari samband við Evrópusambandið gæti verið eitthvað sem myndi milda höggið fyrir Úkrænumönnum og En Evrópusambandið ekki að lofa neinu, þetta bara ákvörðun sem að Úkrænustjórn tók að sækja þetta. Þetta var ekki þannig að Evrópusambandið verið að bjóða þeim einhver hraðlið, þetta var einlið ákvörðun þeirra, það ekki? Jú, hún það núna, en það flætja málið og Georgía hafi líka gert það sama í dag. Þannig að
og ekki hjálpa það til að taka þau bæði lönd inn. En varðandi Úkraínu, að því að þið lýsið þessu eins og næstu í svona bara föllnu ríki, þetta bara ólígarkaríki, þar sem að ólígarkarnir bara hafa öll tögl og haldirnar, þar sem að sko Hæstiréttur dæmir ekki eftir almannahagsmunum og lögum heldur hagsmunum ólígarkana, að þetta er eiginlega fallið ríki sem að er þarna að ræða. Já, Úkraína er ekki dauð enn eins og segir í þjóðsögnum og þetta er nú heldur betur ríki sem að fólk er reiðubúið til þess að berjast fyrir og líklega er það bara það sem máli skiptir en að Úkraína vill vera frjáls og sjálfstæð og þeir eru mjög frelsiselskandi, þeir svona byggja þjóðarímynd sína svolítið á því að þeir eru komnir af frjálsum bændum, kósökkum, kannski svolítið eins og viðgagvart Norðmönnum, við erum Úkraínumenn lítið svo að þeir séu frjálsir kósökkar og Rússa vilja alltaf hafa einhverja Ívan Grimma og einhverja svona hárstjóra yfir sér og já, þannig að er það ekki það sem kannski mestu málaskiptum vilja þannig og það er Úkraína hrundi ekki meiri sér undan stórkostlegri innrás, þannig að allar þessar fabúleringar það að hún myndi klofna í austur og vestur, það hefur alls ekki reynst rétt. Það er kannski áður en allt versnað þá kannski líka heldur maður það vona að eitthvað af þessum spiltu mönnum sjáu sóma sín í því að þeirra landi er allt í rúst að vera ekki að stela meiri penningum þegar uppbyggingin á endanum hefst. Já, ég var að pæla í einu öðru. Hvers vegna stendur það því að Rússar er ekki að sækja neitt til vesturs með herinn? Já, ég veit að sést ekki, já, nú sést í mig. Já, maður lítur á kort og maður sér að Rússar, þeir eru ekkert að fara neitt vestamegin sko við Kív eiginlega, þú veist, hvernig stendur á því heldurðu? Að hluta til er það herfræðilegt, að hluta til líka menningarlegt, nú er greinilega að líta Úkraínumenn á sig sem Úkraínumenn fyrir utan þessi svæði Donetsk og Luhansk og en ein sögulega lína liggur svolítið meðfram Dnípurfljóti sem svona skiptir Kív nánast í tvennt og það sem er meiri úkraínska töluð öðrum megin og rússneska hinum megin og Rússar líta kannski svo á að þeir hafi einhvern svona tilkall til austurhlutans fyrir utan það að Dnípurfljót er mjög augljós varnarlína og ef þeir eru að hugsa sér að hernema landi sem alltaf var galið þá lítaði kannski svo á að þar með sé Moskva varin ef þeir byggja varnarlínu við Dnípurfljót frekar heldur en þar sem hún myndi vera núna þar sem að landamærin eru langt inn í landi þannig að já, það er einu ástæðan. Þannig að markmiðið að gæti þá verið að reyna að skipta landinu þó upp ef það er taka yfir og reyna að halda til austamegin og hertaka eða hvað? Ég held að það sé alveg ómögulegt vegna þess að fólki það er greinilega augljóslega vill ekki samþykkja það. Þetta er svo sem ein sviðsmyndin, þetta er svona að við höfum eitthvað svona vestur og austur Úkraínu með, þú veist, Gaddavíra og jarðsprengjum á milli eins og það sé nýju skil í Evrópu en já, þetta er svona maximalísk markmið en markmið Pútins virðast vera nokkuð skýr að hafa stjórnarskipti í Kív og menn sem eru honum þóknanleg og að Úkraína afvopnist einhliða en hvort að þessu er eitthvað sem að Úkraínamenn gætu lifa með. Þeir gætu mögulega að lifa með missi Krím og Donetsk og Luhansk og gangi ekki í NATO sem er svo staða sem voru í fyrirkortið en ég sé bara ekki að eitthvað meira en það að sé gerlegt fyrir Pútín og annarkvort slæra hann eitthvað af sínum kröfum og getur dregið sér tilbaka og sagst hafa unnið með því að það fengi viðurkenningu yfirmáði Krímska og Donetsk og Luhansk og gangi ekki í NATO eða þá að við erum að horfa fram á mjög langt stríð áfram heldur sem verður þá bara fastur liður í fjölmiðlum en það er líka spurningu sem líki Rússar munu halda slíkt úti með herrlögum og ef það reynist rétt og svona neitt. Það kemur í ljós, en En kannski lókum að ég bátt mér með að sjá að íslensk fyrirtæki verði starfandi mjög lengi í Rússlandi með
herlögum og þá mögulega terrorárásum á borgir í Úkraínu og svona, þannig að ég held að þeir ættu að fara að hugsa sinn gang. Já, hann Hrafnkell farinn, hann á rússnesku tíma, þannig hann bara rakstur upp í koju, þannig hann segir þessi, ég sér þetta í fyrramálið að þú ráðlegur honum að drífa sig. Þú sagðir að stríði getur orðið fastur liður í fréttum og stríði verður fastur liður rétt á samstöðinni. Við ætlum að vera með þátt hérna klukkan 10 á kvöldin sem heitir miðnætti í Kænugarði og þakka ykkur Valur, Hrafnkell og Hilmar kærlega fyrir að hjálpa okkur að koma þessi í gang og Trausti, takk fyrir að vera hérna með. Við sjáum til hvernig þessi þætti þróast. Á morgun ætlum við að skoða aðeins Bandaríkin, stöðu þeirra í þessari deilu. Kannski erum við að reyna að vinna því að ná einhverju svona góðri mynd af hverju staða fjölmiðla í Rússlandi og sem náttúrulega mjög mikilvægt, hvort það séu frjálsar upplýsingar til almennings í Rússlandi eða ekki. Það ætlum við að reyna að fjalla á morgun og svo höldum við áfram því að þessi átök og þetta stríð hefur 1000 liðar og við ætlum að taka nokkra fyrir í hvert skipti. Það gott eðlilegt að enda þetta með úkraínskri vögguvísu, það verður svona seint á kvöldin. Nei, tæknimaðurinn segir að það sé ekki hægt, þannig að þið verður bara að humma ykkur í svefn. En við þökkum gestum okkur aftur kærlega fyrir og hlustundu fyrir að staldra við og við sjáumst aftur á morgun klukkan 10.